Góðan dag og velkomin á þennan 35. fund sveitarstjórnar Rangárþings ytra. Ég ætla að byrja að fara yfir mætingu og þessi mættir eru Margrét Harpa, Eggert Valur, Þórunn Dís og Viðar fyrir álista og Eydís, Björk og Ingvar fyrir D-lista. Einnig sitja á fundin Jón Valgeirsson sveitarstjóri sem rita fundagerð og Ösp Viðarsdóttir sem sér tæknimálin. Þá ætla ég að kalla eftir hvort það einhverjir athugasemdir við útsent fundabóð. Svo ekki. Þá ætla ég óska eftir við fundi hvort að við tökum hér inn eitt mál sem er fundagerð stjórnar Sorpstöðvar Rangárvallasýslu. 23. fundur frá því á mánudaginn var. Sem geta samþykkt á þess að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Nú þá gangum við til dagskrár og fyrsti liður á dagskráni er smá samantekt sveitarstjóra. Gerðu svo vel, Jón. Já, góðan daginn. Það er svona eitt og annað sem er búið að vera í gangi síðustu vikurnar og það var þannig að við skunduðum nú upp í Vaðöldu daginn og tókum skóflustungu eða það að segja ráðherra og Landsvirkjun fyrir vindorkuverið Vaðöldu og þetta var merkilega áfangi fyrir okkur öll og þjóðina alla. Þannig að þetta er komið á stað, þetta verkefni sem er vel. Nú síðan satt ég ásamt fleirum haustfund Landsvirkjunar sem var haldinn á Selfossi og það er virðingavert og til eftirbreytni að Landsvirkjun sé að fara að færa sig út á landsbyggðina til þess að halda sína fundi, hvort sem það eru árshátíðir eða þessir haustfundir. Og þarna var verið að fara yfir stórverkefni Landsvirkjunar sem eru nú eins og kannski mennum að koma upp flest í okkar sveitafélagi og síðan var rottið inn í pallborði og svaraði fyrir ýmislegt. Nú það er svo sem október mánuður, hann er alltaf mikill svona fundatími í samstæði sveitafélaga, bæði þá nær og fjær og ég satt á aðalfund samtaka orkusveitafélaga, þar sem meðalans var verið að fara þessi yfir vinnu við gerð frumvarps um breyting á tekjustofnum sveitafélaga út af skattlagningu og orkumannvirkjum. Væntanlega út af því að það er komin alþingiskosningar og kemur í ríkisstjórn, þá var einhver litið tefst nú þetta í meðferðum þingsins en ég vona að vinnan sé á fullri ferð bak við tjöldin. Fjármálaráðstofnun sveitafélaga var þá líka haldinn í framhaldinu af þessu og það sem var ýmislegt tengt fjármálum sveitafélaga og stöðuna og horfum og ýmislegt athyglisvert sem þar var og meðan satt maður og fræddist til dæmis hvernig stærri sveitafélög sjá tækifæri í að vinna með stafrænum lausnum sem er athyglisvert í þessum heimi okkar. Nú síðan í sambandi fjárhagsáætlanir að því við tölum fjármálaráðstefnuna þá þreytist ég seint á að hrósa eiginlega hvernig staðið er að vinna við fjárhagsáætlun í þessu sveitafélagi, bæði sambandi við vinnufundina og hvernig við sjóðum þetta saman. Við erum náttúrulega með mikið að byggðasamlegum líka sem þarf að þess að maður láti allt ganga upp. Það er annríki náttúrulega að skipuleggja þetta og koma öllu á koppinn en þetta telji fyrirkomna sem við erum að viðhafa þessi sameiginlegu vinnufundir er til fyrirmyndar. Nú síðan satt ég skólafund FSU, það sem að nýr skólameistari var kynntur til starfa, hún Soffía Sveinsdóttir, fyrir nemandi skólans og það var nú vorum við að funda og fyrir meint verkfall sem að því miður skall á hjá kennurum og sér nú ekki fyrir endan á. En það er nú kannski verið tímamót svona kannski og kom kannski hjá mér í skólanemndinni að ég hætti næsta vor í skólanemnd FSU, búin að vera í 15 ár og hitt á 5 skólameistara, þannig að þetta er bara góðu tími og ég bara hætti sáttur og sæll fyrir að verið þáttakandi í þessari góðu uppbyggingu sem þarna hefur farið fram og stoltur að þessu stofnun okkar. Nú síðan er og það má kannski segja það kannski að það er nú ekki inn minnisblaði hjá mér að það var náttúrulega sjálfsögðu SARS-þing líka í Hveragerði og það sem menn voru að fara yfir ýmislegt sem að tengdist samstarfsverkefnum sveitafélagana á Suðurlandi, heilbrigðiseftirlit og sorpstöð. Nú það voru fjarfundir með sambandinu, búin að vera núna með framkvæmdastjórum út af kjarasamningum kennara og stöðum þeim viðræðum sem miður eru nú í einhverjum hnút en það er mjög gagnlegt að okkur sé haldið upplýstum það sem er í gangi í þessum málum og er það vel.
Nú síðan hérna svona mál svona innan sveita sem eru svona barið að kvikna á aftur. Það var haldinn hérna góðu fundur með Umhverfisstofnun og Ferðafélag Íslands út af málinn með landmannalauga. Það sem verið er að stilla og slípa þannig frá. Og vantarlega verður það náttúruverndarstofnun sem mun taka þetta verkefni yfir af hálfu Umhverfisstofnunar. En það því miður eins og kannski kom fram í máli Umhverfisstofnunar að þarna það verðist ekki verið mikið fjármagn á þeim til þess að fara í mikla framkvæmdir á svæðinu. En aðgangsstýringi tókst vel og á að reyna þá að bæta það sem að kannski mátti betur fara vantarlega næsta sumar. Nú síðan hérna kannski lokaðu við þessu styrktarsamningum hérna við félög sem að við erum að styrkja saman til barna- og unglingastarf, þannig við skrifum til samning við Skottfælið Skytturnar, þannig að við erum búin að loka hringnum þar. Nú svo var heilmikið húllumhæ, það var ástætt í sveitafélagsins sem var haldið í Þykkabænum, Gýrdósinu þar og það var hrósað þeir sem héldu utan viðburðin og skipuðu þetta og hérna svo var líka sjálfsögðu geysilegt atriði hérna frá kalladeild skrifstofunar hérna sem að vakti mikla athygli á þessu mikla geimi sko. Nú síðan hérna mál sem líka fara af stað sem skemmtilegt að vinna þessu atvinnustefnan, það var fundur hérna núna bara í vikunni hérna hana og endurskoðunni okkur og nýri atvinnustefni þá fyrir Eystra sem þá sameiginlega atvinnustefna fyrir Rangauka, Ytra og Eystra sem ég tel til farsældar, þetta er sjálfsögðu sama atvinnusvæðið. Nú svo að lokum þá hérna styttist nú í alþingiskosningar og hérna og framboðun eru hérna þessar bankadinnar hjá okkur og maður reyna að koma á framfæri því sem að brennur á okkur. Þannig að þarna eitt framboð var í gær og einhverjum fleiri á leiðinni. Þannig að það kemur að nýtt alþingi eftir gamalt alþingi og ný ríkisstjórn til ný ríkisstjórn og þetta verður þá fólki sem við erum að vinna með að koma okkar málum áfram. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Jón. Þá förum við í lið 2 sem er tillaga að næsti fundur sveitarstjórnar vegna fyrir umræðum fjárhagsáætlun 25 til 28 verði aukafundur sem verði haldinn þann 27. nóvember í kjölfar byggðarráðsfundar þar sem fjalla verður fjárhagsáætlunina. Þetta er vinnulag sem hefur verið viðhaft hér og þar sem að aukafundar ræða að þá verður ekki beint streymi frá fundinum. Er ykkur sem vilja taka til máls það? Þessi geta samþýtt það vissulega merki. Það er samþýtt samhliða. Þá er liður 3 sem er til að útsvarshlutfalli fyrir árið 2025. Þessi tillagan gengur út á að þetta er tillaga sem kemur frá byggðarráðum að útsvarshlutfalli fyrir árið 2025 hjá sveitarfélaginu verði 14,97%. Ykkur sem að hefur eitthvað á móti því að vilja ræða það sem geta samþýtt afvíslega merki. Það er samþýtt samhljóða. Þá er lið 4 sem er breytingar á samþykktum stjórn sveitarfélagsins sem er hér til fyrri umræðu og það eru lögð fram drög að breytingum á samþykktunum hér og ég veit svo sem ekki hvort ég eigi að vera að fara yfir þessar breytingar eða hvort við höfum bara að gefa orðið laust og ræða þær. En eins og ég segi, þetta er fyrri umræða og við getum breytt þessu orðalagi á milli umræðina. Það er kannski það helsta í þessu að það er lagt til að nú verði heimild fyrir því að sveitarstjórnarfulltrúar sem ekki eiga sæti í byggðarráði geti setið fundi byggðarráð sem áheyrnarfulltrúar. Það er rangt hérna í tillögunni að það sé gert ráð fyrir að varamenn sveitarstjórnarfulltrúa eigi seturétt. Við þurfum að breyta því. Það var ekki uppleggið. Nú, það er líka verið að í raun og veru að færa úthlutanir lóða úr byggðarráði inn til skipulagsnefndar þó svo að byggðarráð
hafi ennþá heimildi til þess að gefa vilyrði fyrir lóðum. Og byggðarráð getur staðfest fundargerðir skipulags- og umferðarnefndar. Þannig að byggðarráð hefur heimild til fullnaðar afgreiðslu. En alltaf auðvitað heimild til þess að, og auðvitað ef það er ekki samhljóða afgreiðslu í byggðarráði að vísa málinu áfram til sveitarstjórnar. Svo var varðandi greiðslurnar fyrir þá áheyrnarfulltrúa sem sitja fundi byggðarráðs að þá var gert ráð fyrir því í vinnunni sem sagt og það þarf að færa það inn að áheyrnarfulltrúi fái greitt eins og fyrir setu á fundi fagnefnda. Svo er það ungmennaráðið, þar sem tiltekin reglur varðandi skipan í það og svo það sem við höfum rætt hér áður, þessi hugmyndum að setja á laggirnar framkvæmda- og eignarnefnd, þar sem gert ráð fyrir að þessi þriggja manna nefnd, þar sem nefndin kemur til með að hafa umsjón með öllum framkvæmdum sveitarfélagsins og fer með forgangsröðun þeirra og fer einnig með málefni fráveitu í samræmi við lög og rekstur og málefni Rangárljósa og nefndin kemur væntanlega til með að koma að vinna við fjárfestingaráætlanir næsta árs. Ég held að þetta sé nú það helsta fjölmenningarráðið, já. Jú, íbúaráðið það hafa komið inn fjölmenningarráðið. Og svo hvar Já, það sem að sveitarstjórn skipa 3 fulltrúa, 3 til umræðu hafa þá fleiri. Það er gert ráð fyrir 3 í þessum texta. Og kjörgengir eru einstaklingar af erlendu bergi með lögheimili í Rangárþingi ytra og starfsmaður ráðsins verði verkefnastjóri íþrótta og fjölmenningar. Já, ég held að þetta sé nú svona það helsta, en gef orðið laust, gerðu svo Lingvar. Já, oddviti, það var rauninni bara varðandi hennar síðasta lið fjölmenningaráðið. Vangavelta hvort að það væri ekki kannski heppilegast að þeir sem eru kjörgengir í ráðið séu þá jafnframt kjörgengir til sveitarstjórnar. Það er að segja erlendir íbúar sem að hafa kosningarétt. Nú er búið að rýmka kosningalögin mjög mikið, þannig að almennt er gert ráð fyrir 3 árum og 1 ári fyrir Norðurlandabúa. Það er bara svona vangavelta hvort að það sé ekki kannski skynsamlegast að það sé við séum þá bara miða við að það sé kjörgengi í þetta ráð eins og í almennar aðra nefndir sveitarfélagsins, að það sé fólk sem að þá geti gefið kost á sér til sveitarstjórnar og geti kosið í sveitarstjórnarkosningum. Eitthvað sem við getum kannski rætt inn í byggðarráði frekar en svona innleggin í þetta. Takk fyrir það, Ingvar. Já, besta mál. En ég held að ert að punkta þetta upp, Jón. En það er allavega það sem við þurfum að vísa til seinni umræðu. Það er þetta sem ég kom inn á áðan varðandi að það er ekki verið að gera ráð fyrir að það séu varamenn sem að eigi seturétt í byggðarráði, ekki varamenn sveitarstjórnarfulltrúa, og það eru auðvitað engin skyldumæting á svo fundi. Þetta er auðvitað til þess að upplýsa bara ef að fólk hefur áhuga fyrir að setja. Og þetta varðandi greiðslurnar í byggðarráði, breyta því. Já, var það ekki kannski það helsta í þessu og þessi punktur sem að Ingvar kom með? Þannig að og svo er spurning, ég veit ekki, við getum rætt það á milli funda varðandi framkvæmda- og eignarnefndina sem er tiltölulega stór nefnd, myndi ég nú halda, sko.
hvort að við höfum að vera með 3 í þeirri nefnd eða 5. Það er bara eitthvað sem við þurfum að vinna með á milli umræðina. Og ég held að starfsmaður nefndarinnar auðvitað forstöðumaður eigna og framkvæmda. Og það er spurning hvort að sveitarstjórinn eigi að vera starfsmaður nefndarinnar líka, en væntanlega kemur hann til með að sitja fundi, flesta þessa fundi, ef ekki alla. Þannig að þetta er nú svona, held ég það sem að, þessi punktar í þessu sem að við þurfum að vinna með á milli umræðina. Nema að sé eitthvað fleira sem ykkur dettur í huga að þið vilji bæta þér inn í eða taka úr. Þannig ef það er ekki fleira þá ætlum ég að leggja til að við vísum þessum breytingum á samþykktu sveitarfélags til seinni umræðu og það er svo sem ekkert sem að hastar á því að við þurfum að taka þetta endilega fyrir á næsta fundi. Það má, ef við þurfum lengri tíma til þess að fínslípa þetta þá já, og við ætlum að vísa þessu kannski frekar, við getum þá tekið þessa punkta til umræði í byggðaráði og slípa þetta til. Þannig að ég legg til að við vísum málun til nánari skoðunar í byggðaráði og til seinni umræði í sveitarstjórn í framhald af því. Þess geta samþykkt það vinsalega gefum ekki. Samþykkt samhljóða. Þá er liður 5 sem er Helluvað, það er kauptilboð vegna íþróttavallarsvæðis. Það er lögð fram umsögn skipulagsstofnunar dagsett 16. september 2024 ásamt eignarnámsheimild innviðaráðherra frá 21. október á grundvelli eignarnámssamnings á milli aðila sem var undirritaður þann 3. maí 2024 og samþykktur á fundi sveitarstjórnar þann 8. maí 2024. Jafnframt eru lögð fram drög að afsali fyrir spilduna ásamt uppfærðum uppdrætti og merkja lýsingu dagsett 28. október 2024 með spildan er samkvæmt henni 12,94 hektarar sem er svona aðeins meira en við vorum aðeins minna, við vorum að tala um 13,5 var það ekki? 13, já. Það er eitthvað örlítið minna. Að fengnu fyrirliggjandi heimild innviðaráðherra sveitarstjórn heimild með vísan til 1. málsgreinar 50. greinar skipulagslaga að taka landsvæði eignarnámi í samræmi við eignarnámssamning aðila frá 3. maí 2024. Lagt er til að staðfest verði ákvörðun sveitarstjórnar samkvæmt samningi eignarnám á umræddu landsvæði eins og það er afmarkað í uppfærðum uppdrætti og merkjalýsingu. Jafnframt verði samþykkt fyrirliggjandi drög að afsali og sveitarstjóra falið að undirrita það og vísa málun til matsnefndar eignarnámsbóta til frekari meðferðar í samræmi við samning aðila frá 3. maí 2024. Og ég ætla ekki að voru laust. Kannski til bara örstuttar útskýringar að það var búið að greiða þessa upphæð sem var samið. Nú fer málið til þessara nefndar sem að metur hvort að þetta sé eðlilegt verð eða hvort við þurfum að greiða meira eða minna eða hvernig sem að nefndin metur það. Við höfum rætt þetta mál hérna áður, þannig að það er allir upplýstir málið, hvernig það snýr. Þessi geta samþykkt fyrirliggjandi drög að afsali og sveitarstjóra verði falið að undirrita það og vísa málun til matsnefndar eignarnámsbóta vinsamlega gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er að funda að gera aðalfundar Bergrisans, þar sem voru hérna breytingar á samþyktum sem að þurfa 2 umræður og ekki voruð laust, annars legg ég til að vísa þessum breytingum til seinni umræðu. Skylda samþykkt það vinsamlega gefa merki. Það er samþykkt.
Þá er liður 7 sem er staða hönnunar á nýjum leikskóla. Það var sem sagt, var tillaga frá D-listanum kynningafund á þessari vinnu sem tóku fyrir held ég á síðasta fundi, eða þar síðasta. Og þessi kynning fór fram á vinnufundi byggðarráðs núna 4. nóvember og bara ágætis sjálfur sér kynningafundur og í framhaldi af því var sem sagt ákveðið að vera með opin íbúafund þar sem að þessar tillögur verði kynntar og teknar umræður tillöguna. Og við vonum svona með tillögum að ég held að sé mjög nauðsynlegt að við höldum hann fyrir jól og við vorum með tillögum að halda hann 5. desember en það er í sjálfu sér ekki meitlað í stein. Ef það er önnur betri tillaga þá skoðum við hana. Þannig að fundurinn verður líka sendur út. Væntanlega rekst þetta á ykkur aðra viðburði sem er í gangi. Ég reikna bara með því. Eitthvað sá ég það að væri eitthvað annað í gangi akkurat þennan sama dag. En ykkur tíma verðum við að halda þetta. Þannig að eru aðrar tillögur fundatíma? Ég ætla ekki að orði laust þennan fund og þessa tillögu eða þessa vinnu sem er búið að fara, ef það er ykkur sem voru á fundinum daginn sem vilja taka til máls eða leggja eitthvað til. Gerðu svo lengur. Já, þú veit þú var svo lengi að bíða eftir einhver bæðum orði, ég leit bara á þessum hvatningu til að fara upp. Nei, ég ætla bara að segja að þetta er fín vinna, ég held að sé allt til að nefna það og spennandi fyrir íbúa að fá að kynna sér það sem að þarna leggur fyrir. Verður klárlega leikskóli bara á landsvísu í fremstu röð, held ég með að segja, allavega verður allt til alls þarna. Og nauðsynlegt að kynna þetta, ég hef engar athugasemdir, bara vildi fá að segja það, svo að þeir sem eru að hlusta, vitið að það er spennandi kynning framundan. Já, ég tek undir það, þetta er mjög glæsilegt allavega það sem þessar hugmyndir sem við sáum á þessum vinnufundi, það er ekki að segja neitt það. Ég ætla að leggja til við höldum hennar kynningafund 5. 5. desember klukkan 7:30 í safnaðarheimilinu og og fundurinn verði einnig sendur út í streymi. Þessi geta samþykkt það vissilega að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það skipun það er skipun sem sagt sveitarstjórnarfulltrúa til að starfa með eða til ráðgjafar fyrir íbúaráð og það er tillaga að ég starfi með ráðinu og spurning hvort að við vantar einhvern varamann og tillaga að Margrét Harpa verði varamaður einhverju sem að vilja hafa skoðan á því sem geta samþykkt tafinslega að gefa merki það er samþykkt. Þá er liður 9 sem er hér lögð fram niðurstaða verðkunnarins snjómokstur. Ég ætla að biðja Margrét að taka við stjórn fundarins undir þessu lið. Herðu, já, Eggert Valur og Ingvar Pétur víkja að fundi.
Þá er hérna lögð fram niðurstaða verðkönnunar í snjómokstur og einnig minnisblað frá forstöðumanni eigna umsjónar. Og það er hérna lagt til að fela forstöðumanni eigna og þjónustusviðs í samráði við sveitarstjóra og Vegagerðina að semja við aðila snjómokstur í samráði við niðurstöður og skilmála verðkönnunar. Er einhver sem vil taka til orðs? Ef svo er ekki, þá vil ég biðja þá sem eru samþykkir að gefa merki. Og þetta er samþykkt samhljóða. Og kannski kalla á þá félaga Eggert og Ingvar inn aftur til fundar. Takk fyrir það. Já, þá erum við lið 10 sem er kynningamál frá nefndasviði Alþingis. Þar sem liggur fyrir tillaga til þingsályktunar búsetuöryggi dvalar- og hjúkrunarrýmum og frumvarp til laga breytingu á lögum málefni aldraðra. Þetta er lagt fram til kynningar hér. Þá er það liður 11 sem er hérna fundur byggðaráðs, 31. fundur byggðaráðs. Ég ætla að byrja á því eins og venjulega að taka til afgreiðslu þau mál sem við tökum út og þurfum að afgreiða sérstaklega og svo fundagerðin í heild sinni á eftir. Það er það fyrst hér verkefnastjóri íþrótta- og fjölmenningamála, þar sem byggðaráð fór yfir starfslýsingu verkefnastjóra og byggðaráð leggur til að starfi verði auglýst á grundvelli starfslýsingarinnar sem myndi taka til starfa næstu áramót og sveitarstjóra verði falið að undirbúa auglýsingu fyrir starfið. Jafnframt verði óskað eftir því að Ásarhreppur taki þátt í verkefninu á sama hátt og með önnur samstarfsverkefni sveitarfélagana. Ég ætla að gefa orðið laust. Það er engin sem að kveður sér hljóðst, þannig að ég ætla að bera upp þessa bókun byggðaráðs, þessi geta samþykkt hana vinsalega gefa merki. Hún er samþykkt. Þá er það stækkun skólasvæðis á Hellu og þar er lagt fram minnisblað varðandi niðurstöðu á verðkönnun í trésmíðavinnu annars áfanga. Og það er lagt til að semja við lagsbjóðanda sem er AL Bygg að fjárhæð 106.243.000 sem er 72,4% kostnaðaráætlun verksins og sveitarstjóra var falið að undirrita samning við viðkomandi aðila. Þessi geta samþykkt, það er að gefa merki, það er samþykkt. Svo er lagður fram hér samningur milli sveitarfélagsins, forsætisráðuneytis og Landsvirkjunar efnisnám og fyrirkomulag greiðslna fyrir efnisnám vegna vindorkuvers við Vaðöldu á Þjórsársvæði innan þjóðlendna. Þar sem byggðaráð leggur til að samningur verði samþyktur og sveitarstjóra falið undirritan. Þessi geta samþykkt það að gefa merki, það er samþykkt. Þá er það grænir iðngarðar. Það sem á lögð voru fram minnisblöð frá fundi sveitarfélagsins Landsvirkjunar og Orkídeu frá 23. september og fundi sveitarfélagsins og Landsvirkjunar frá 15. október vegna málefna grænna iðngarða á Strönd. Byggðaráð leggur til að skipaður verði undirbúningshópur vegna vinnu við þróun græns iðngarðs á Strönd þar sem í verði fulltrúar Orkídeu, markas- og kynningafulltrúi Rangárþings ytra, byggðaþróunarfulltrúi og 2 fulltrúar sveitarstjórnar og stýri byggðaþróunarfulltrúi starfi hópsins. Og það er lagt til að fulltrúar sveitarstjórnar í hópnu verði Eggert Valur Guðmundsson og Ingvar Pétur Guðbjörnsson og til vara Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Björk Gretarsdóttir.
einhverjir sem að vilja, svo er ekki, já, þessi geta staðfest þetta vinsamlega geðmerki, það er samþykkt. Þá ætla ég að bera fundargerð byggðaráðs upp að öðru leyti en þessa liði sem að við erum búin að fara yfir. Þessi geta staðfest fundargerð byggðaráðs vinsamlega geðmerki, staðfest. Þá er það skipulags- og umferðarnefnd og það er hér fyrst Stekkatún 1, landskipti, Stekkatún 2 og 3. Það sem nefndin gerir ekki athugasemdir við áformu landskiptinni fyrirhuguðu heit á lóðum og leggur til að landskipti verði samþykkt. Þessi geta samþykkt það, það er staðfest. Meiritunga 4, landskipti, Meiritunga 8. Nefndin gerir ekki athugasemdir við áformu landskiptinni fyrirhuguðu heit á lóð og leggur til að landskipti verði samþykkt. Samþykkt það, það er samþykkt. Það er Kaldakinn, landskipti Kaldakinn 1B. Nefndin gerir ekki athugasemdir við áformu landskiptinni fyrirhuguðu heit á lóð og leggur til að landskipti verði samþykkt. Samþykkt það, það er samþykkt. Það var að Helluvað, landskipti íþróttasvæði. Nefndin gerir ekki athugasemdir við áformu landskiptinni fyrirhuguðu heit á lóð og leggur til að landskipti verði samþykkt. Samþykkt það, það er samþykkt. Efrasel 1, landskipti og afmörkun jarðar. Nefndin gerir ekki athugasemdir við áformu landskiptinni fyrirhuguðu heit á lóðum og leggur til að landskipti verði samþykkt. Það er samþykkt. Þá er það Hraunvegur 1, breyting á afmörkun. Nefndin gerir ekki athugasemdir við áformaða breytingu á afmörkun lóðarinnar og leggur til að landskipti verði samþykkt. Það er samþykkt. Þá eru hér 3 liðir sem eru kærur, nóg að kærum. Það eru lagða fram hér til kynningar. Það er Hvammsvirkjun og Búðafossvegur. Það er nú ekki kæra. Það eru þessar 2 kærur hérna vegna Hvammsvirkjunar. Ég hvet ykkur til þess að lesa þér. Hérna, þá er það Selbrún í landi Brekna, framkvæmdarleyfi til skógræktar. Nefndin telur að umrædd framkvæmd hafi ekki neikvæð áhrif á umhverfi sitt og sé ekki þess eðlis að kalli á mat á umhverfisáhrifum. Nefndin telur ekki þörf á deiliskipulagi fyrir svæðið að sinni og gerir ekki athugasemdir við að gefa verið út framkvæmdarleyfi vegna umræddar framkvæmdar. Samþykkt, það er svolítið ekki að merkja. Það er samþykkt. Þá er á Tungnaáreyrar umsóknum framkvæmdarleyfi til efnistöku úr E70. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að útgáfa framkvæmdarleyfis vegna efnistöku á alltaf 40.000 rúmmetra efnistökustað. E70 á Tungnaáreyrum og afmörkuðu 2,4 hektara svæði samanber framlagðan uppdrátt og önnur gögn málsins verði samþykkt enda er efnistakan í samræmi við skipulagsáætlanir. Nefndin telur ekki þörf á að kalla eftir umsóknum að nýju enda felur breytingin á framkvæmdarleyfis umsókninni í sér að dregið úr þeim framkvæmdum sem voru fyrirhugaðar. Nefndin leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að gefa út leyfið og hafa eftirlit með framkvæmdum. Geta samþykkt dafinsalega gemerki, það er samþykkt. Þá er að Stóruvellir, vegur land Minnivalla. Nefndin hefur leitað álits á lögmanni sveitarfélagsins stöðu þess gagnvart fyrirliggjandi dómsátt, samanber bókun nefndarinnar á fundi þann 3. október síðastliðinn. Samkvæmt álitinu er sveitarfélagið ekki bundið af dómsátt í máli eiganda Minnivalla og Stóruvalla, enda ekki aðili máls. Þá er óljóst á hvaða lagagrundvelli ósk landeiganda byggist samþykki sveitarfélagsins á þann uppdrátt sem fylgdi erindi þeirra til sveitarfélagsins. Nefndin telur að fyrirhuguð lagning vegstæðis á landi Minnivalla kunni að vera háð gerð deiliskipulags og eftir atvikum samþykkis vegagerðarinnar vegna vegtengingar. Ekki liggja fyrir nákvæmar hönnunarforsendur vegstæðisins. Auk þess er óljóst hvort landeigendur Stóruvalla áformi að framhald skuli vera á vegstæðinu í landi Stóruvalla. Að svo stöddu telur nefndin ekki forsendur til að sveitarfélagi veiti umbeðið samþykki sitt á uppdrátt landeiganda. Komi fram ósk
frá landeigendum heimild til handa þeim til gerð deiliskipulag samanber annarra málsgreina 38. greina skipulagslaga verður slík beiðni tekin til nánari afgreiðslu. Sem geta samþykkt þessi afgreiðslu nefndarinnar, vissulega merki, það er samþykkt. Minnivellir, deiliskipulag. Nefndin samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verður frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Nefndin samþykki jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 ásamt því að verða grennda kynnti þeirra lóðar hafa sunna lækjarins sem nýta viðeigandi vegtengingar. Geta sagði þetta vissulega merki. Það er samþykkt. Já, hérna er lingásbreyting á deiliskipulagi. Margrét, ætli þú takir þetta ekki? Já, Eggert Valur Víkur á fundi. Þá er hérna Lyngásbreyting á deiliskipulagi. Skipulagsumferðarnefnd leggur til að veitt verði heimild til deiliskipulagsgerðar. Nefndin telur að tillagan samræmist stefnu aðalskipulagsins í greinargerð þess og því sé ekki þörf á að kynna lýsingar. Því sé ekki þörf á kynningu lýsingar. Nefndin samþykki fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og það er hérna lagt til að niðurstaða skipulagsumferðarnefndar verði samþykkt, gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Hvort við ekkert aftur einn. Hann er að koma. Takk fyrir það. Nú, þá er það ægisíða 1 landsbylda A, breyting á deiliskipulagi. Það sem nefndin leggur til að veitt verði heimild til deiliskipulagsgerðar. Nefndin telur að tillagan samræmist stefnu aðalskipulagsins samanber IB 33 í greinargerð þess og því sé ekki þörf á kynningu lýsingar. Nefndin samþykki fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst. Sem geta samþykkt það er samþykkt. Það er Lúnarsholt, breyting á landnotkun. Nefndin hefur fjallað umsagnar aðila og tilur að uppfært tillaga taki mið af þeim. Nefndin samþykki fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. grein skipulagslaga og send skipulagsstofnun. Sagði þetta vissulega merki. Það er samþykkt. Heimahagi, breyting á aðalskipulagi. Nefndin hefur fjallað umsagnar aðila og tilur að uppfært tillaga taki mið af þeim. Nefndin samþykki fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillaga verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. grein skipulagslaga og send skipulagsstofnunar. Samþykkt það er samþykkt. Það er Reyðavatn 5, breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Nefndin hefur fjallað umsagnar aðila og telur að uppfært tillaga taki mið af þeim. Nefndin samþykki fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. grein skipulagslaga og send skipulagsstofnun. Það er samþykkt. Aðalsel, Háasel, Mósel, Sel og Vestursel. Breyting á landnotkun. Skipulagsnefnd hefur fjallað umsagnar aðila og telur að uppfært tillaga taki mið af þeim. Nefndin samþykki fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði afgreidd og send skipulagsstofnun. Samþykkt það er samþykkt. Minnivallanáma, breyting í aðalskipulagi. Nefndin samþykki tillöguna til auglýsingar samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar en leggur til að hún verði áður kynnt í samræmi við 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga áður en að fundi sveitarstjórnar verður. Nefndin telur nægjanlegt að kynning tillöguna fari fram á heimasíðu sveitarfélagsins þar sem tillaga varðar ekki hagsmunaaðila utan sveitarfélagsins. Svo þetta er samþykkt. Það er Stekkatúna, breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Nefndin gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði send til umsagnar og kynnt. Kynning lýsingar skal standa í að minnstakosti 2 vikur talið frá birtingu auglýsingar á heimasíðu sveitarfélagsins eða nánar tiltekið frá 14. til 28. nóvember 2024. Sagði þetta, það er samþykkt.
Þá er að Halstún, það er breyting á landnotkun í aðalskipulag og deiliskipulag. Nefndin samþykki tillöguna til auglýsingar samkvæmt 1. málsgrein en leggur til að hún verði áður kynnt í samræði við 2. málsgrein 30. greina skipulagslaga áður en að fundi sveitarstjórnar verður. Nefndin telur nægjanlegt að kynning tillöguna fari fram á heimasíðu sveitarfélagsins þar sem tillagan varðar ekki hagsmunaaðila utan sveitarfélagsins. Sagði það er samþykkt. Það er Halstún, Spilda, breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Nefndin gerir ekki athugasemd við fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði send til umsagnar og kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. greina skipulagslaga. Kynning lýsingar skal standa í a.m.k. 2 vikur talið frá birtingu auglýsingar á heimasíðu sveitarfélagsins eða nánar tiltekið frá 14. til 28. nóvember 2024. Það er samþykkt. Giljanes óskum heimild til deiliskipulags. Þar sem nefndin samþykki framlagða til og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greina skipulagslaga. Nefndin vill árétta að lóðarhafar í kring samnýti vegtengingar eins og kostur en vegagerðin þarf að samþykja fyrirhugaða tengingu við Hagabrautina. Það sagði það er samþykkt. Þá er að Meiritunga, það er umsókn deiliskipulag. Þar sem að nefndin samþykki framlagða til og leggur til að hún verði auglýst. Geta samþykkt það er samþykkt. Það er Bjálmholt, deiliskipulag verslunar og þjónustuhús. Nefndin telur að það breytingar sem hér ræðir séu það umfangsmiklar að þær kalla á endur auglýsingu tillögunar. Nefndin samþykki framlagða til og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greina skipulagslaga ásamt því að nærliggjandi landeigendur verði kynnt til hans sérstaklega. Samþykkt það er samþykkt. Það er Háirimi 5, 6 og 7, það er deiliskipulag. Nefndin samþykki framlagða til og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein. Geta samþykkt það er samþykkt. Grenjar 2, breyting á deiliskipulagi. Nefndin leggur til að veitt verði heimild til deiliskipulagsgerðar. Nefndin telur að tillagan samræmi stefnu aðalskipulags og því ekki sé þörf á kynningu lýsingar. Nefndin samþykki fyrirliggjandi til og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Sagði það er samþykkt. Hægi við Selfjall 2, breyting á deiliskipulagi. Við það sem nefndin samþykki framlagða til og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greina skipulagslaga ásamt því að vera grendarkynnti þegar lóðar hafa sér samnýta viðeigandi vegtengingar. Samþykkt það er samþykkt. Þá erum við hérna með nokkur kynningamál. Það er gaddstaðir, það er breyting á aðal- og deiliskipulagi og svo er það afgreiðslufundir byggingafulltrúa. Við sjáum það er alveg feiknarlega mikið á dagskrá hjá þessari nefnd. Mikið af málum. Er einhverju sem vilja taka til máls undir þessu kynningamálum? Svo er ekki, þá held ég að við séum búin að fara yfir fundagerð skipulagsnefndar. Skilmerkilega. Og þá erum við með fundagerð húsakynna. Þessi fjárhagsáætlun húsakynna fyrir árið 2025 var lögð fram til umræðu og samþykktar. Þar er gert ráð fyrir 15 milljón krónum í fjárfestingu á árinu vegna áframhaldandi uppbyggingar á leikskóladeildum og viðhaldi á skólahúsnæði. Og stefnt að því að sambærilegt fjármagn verði lagt til reksturs og fjárfestingu til næstu 4 ára og lagt til að gera fjárfestingar og viðhaldsáætlun í samræmi við frumdrög húsrýmisáætlunar sem verði tilbúin fyrir vinnu í gerð fjárhagsáætlunar árin 26 til 29. Ég ætla að gefa orðið lust. Ætla ég að bera upp fjárhagsáætlun húsakynna BS fyrir árið 2025
geta samþykkt tannlæknisleggja merki. Það er samþykkt. Þá er það liður 14 sem er tónlistarskólinn. Þar er sem sagt, já, ég átti eftir að bera upp fundargerð húsakynna að öðru leiti en hvað var það fjárhagsáætlunina. Þessi geta staðfest tannlæknisleggja merki. Takk. Þá er það tónlistarskólinn. Þar er fjárhagsáætlun einnig til umræðu þar sem er lögð frá rekstraráætlun ársins 2025. Það er gert þar fyrir tekjum upp á 162.866 og gjöld upp á 162.690 án fjármagnsliða og rekstrarframlög sveitarfélagana verði 138.322.000. Stjórnin samþykkti áætlunin og vísanin til staðfestingar til aðildar sveitarfélagana. Ég ætla að gefa orðið laust þessa fjárhagsáætlun tónlistarskóla Rangæinga. Þessi geta samþykkt tannlæknisleggja merki og þá ætla ég að gefa orðið laust fundargerðina að öðru leiti. Þessi geta staðfest fundargerð tónlistarskólans vísleggja merki, það er samþykkt. Þá erum við í Vatnsveitunni, Vatnsveita, Rangárþings ytra og Ásahrepps. Það er fjárhagsáætlun líka. Er ég ekki með helstu tölur úr henni? Jú, hérna. Það sem tillagan gerir ráð fyrir að tekjur verði 140 milljónir og rekstra niðurstaðan verði jákvæðum 16,8 og fjárfesting ársins verði 37. Og það sé ekki gert ráð fyrir lántöku á árinu. Já. Þessi geta samþykkt tannlæknisleggja merki og fundargerðin að öðru leiti. Gerðu svo vel, Ingvar. Vatnsveita. Já, ég er bara að velta einu fyrir mér. Það er bókað hann í fundargerðinni að það sé verið að bíða eftir svörum varðandi mæla. Nú er framkvæmdastjóri Eigna og þjónustumiðstöðvar ekki hér á svæðinu en mér finnst ég hafa lesið þetta nokkuð svona áður. Ég er bara að spá í hvort að einhver hér hafi einhverja skýringar á því hvers vegna það tekur svona langan tíma að fá þessi svör. Ég held þetta sé allavega annar ef ekki þriðji fundur þar sem verður að bíða eftir svörum þessa mæla. Bara ef einhver hefur það var áhugavert að vita því að það virðist eitthvað vera fáir að svara hérna hinum megin ef þetta er allt svona. Takk fyrir einhver, ég er eitthvað með svör á rauðum höndum. Jæja, ok. Gerðu svo, Jón. Já, ég satt nú fundinn hérna hjá Vatnsveitunni og svona kannski bara fylgst með þessu svona þessi gegnum árin líka og þessi búin í sambandi við Tómas þessa mælavæðingu okkar sem er náttúrulega svolítið lykilatriði í því að ná stjórn á kannski aðlögun gjaldskránar að menn borgi bæði fast gjald og mælagjald og svona menn getur stýrt þess betur og náðu betri stýring á auðlundinni. En í sambandi við mælavæðinguna þá erum við að vera að ræða það á þessum fundi innkaupin á mælunum sjálfum sem sagt og hvernig það myndi gerast. Það er svona aðeins verið aðeins að meta innkaupsaðilina og niðurstaðan á fundinu var nú að forstöðumanni var farið að klára það og kaupa inn og svo myndi innleiðingin hefjast á nýju ári og þegar er búið innleiða mælana og búið svona til ákveðin svona forgangsröðun í því þá myndum við taka og þá væri svona aðlögun á því og svo myndum við taka gjaldskrána til skoðuna í framhaldinu á því hvernig reynslan á mælunum myndi verka þannig að við getum stilt saman væntanlega er það ekki gert fyrir eftir ár úr því sem komið er þar sem að það er reynd að stilla betur saman gjaldskrána versus fast gjald versus mælagjald þannig að þetta snýst eiginlega að klára innkaupin og svo innleiðinguna. Takk fyrir það, Jón. Stundum taka hlutinni bara óratíma. Það er bara svo gengur. Gjörðu svo vel.
Já, þetta takk fyrir þessi svör. Er það rétt skilið að það að kaupa það fyrir áramót þessi mæla? Jón, getur svarað þessu kannski? Já, það kannski kom ekki fram í mér að það var hugmynd þess að reyna að nýta fjármagnin sem væri þá laust núna þessi fjársállinu til þess að klára innkaupin á mælunum sjálfum. Þannig að það er svona rúmast inn þess ramma sem við höfum á þessu ári. Áleikum það fyrir. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Ég gerir það ráð fyrir því að séu peningar til hjá vatnsveitunni til þess að kaupa þessa mæla samkvæmt fjárhagsáætlun þess árs. Þá er það gjaldskrá vatnsveitunar og það er lagt til að hækka gjaldskránu 3,5%. Skilur sagði þetta, vissilega gefum ekki. Það er samþykkt. Þá erum við lið 16 sem er fundagerð heilsu íþrótta og tómstundanefndar. Þar eru 2 mál sem að við myndum taka út sérstaklega. Það er sem sagt tillaga að hóp heilsueflandi. Þar er tillaga að Ástór Jón Ragnarsson og Eydís Hrönn Tómasdóttir og Karen Eva Sigurðardóttir skipið þennan hóp og nefndi samþykkti þessa einstaklinga og ákvaða að taka stöðun á starfi hópsins í apríl 2025 og það var einhver umræða sem ég vissi nú ekki að í nefndinni að það væri engin pólitík í þessum hóp. Ég veit ekki, það var bara afstæða sem nefndin hafði, ég get ekki skýrt það frekar, en þetta var tillaga nefndarinnar. Og það á að taka stöðun á vinnunni í vor, þannig að þetta er bara opið til umræðu. Gerðu svo vel, Ingvar. Já, og þú komst nú inn á það sem ég var að velta fyrir mér, sko, ekki það, þetta er allt til vensta fólk og bara gott og vel, en ég bara velta fyrir mér hvað er ekkert í, sko, neinu reglum það hvernig að skipa í nefndina, af því að það er mjög óvenjulegt að starfsmenn sveitarfélagsins sé að leggja til hverju sitji í vinnuhópum eða nefndum sem þessum, að það sé ekki bara á ábyrgð okkar sem að erum kjörin til þess og þeirra sem að sitja í okkar umboði í nefndunum. Ég er ekki að fara að leggja til hérna breytinga á þessu, þetta er bara ágætis fólk, sko, en hvers vegna þetta er svona, það er bara það sem ég er að velta fyrir mér, sko. Það getur bara vel verið að þetta hefur verið nákvæmlega svona eins eða það hefur verið gert hins veginn eða kall eftir því að þeir sem lýsi yfir frambóðin sem vilji sitja með hvað sem sko. Þetta er svona aðeins nýtt að sjá þetta svona. Takk fyrir það, Ingvar. Viðar, gerðu svo vel. Já, þessi nefnd, það er stýrihópur, hann er sem þetta ráði frá landlæknisembættinu sem að Jói fór á fund með til að fá svona útskýringu hvernig við ættum að vinna heilsueflandi samfélagið. Þetta er svona á að við hugsa sem spretthlauparar fyrir stóru nefndina. Við vitum öll að stóra nefndir þær vinna hægt og eru þungar. Þannig að þarna þessi hópur á að fara, finna, tikka í bóksin fyrir hvað við viljum byrja á og vinna út frá því. Það er svona megin hugmyndin og þetta er svo, þó að þetta standi til að frá verkefnastjóra, þá var ég að vinna þetta með Jóa líka. Þannig að það er svona megin hugmyndin hjá okkur. Takk. Takk fyrir það, Viðar. Já, í aðdraganda fundarins og þá var ég nú með hugmyndum að formaður nefndarinnar myndi vinna með nefndinni, ég var skotin í kaf með það, þannig að en takk fyrir þessar útskýringar, Viðar. Eru fleiri sem vilja gera svona Ingvar?
Já, mér líst bara vel á að formaður nefndarinn að setja hérna líka, en ég bara velta fyrir mér, að því að það er talað um stóra og litla nefnd eða spretthóp, er eitthvað erindisbréf þá til fyrir þennan hóp eða hvernig, eftir hverju starfar hann? Ég var einhvern veginn ekki búin að átta mig á því að það væri verið að skipa 2 hópa, en hérna, ég er ekki, enga breytingartillögur sko, ég bara reyna að fá einhverja skýringar svo ég átti mig á því hvert á umboð, því ég held að þetta væri sem sagt stýrihópurinn, en ég reyna sko, já, verði einn í stýrihópnum, en hverjir eru þá í hérna, er einhver annar stýrihópur heilsueflandi samfélag? Okkur ætlar að takast að flækja þetta bara alveg heil mikið, sko. Viðar, er annar stýrihópur spurt? Það var skipuð nefnd. Á sínum tíma, já. Ég er sammála Ingvar í því að það er ekki óeðlilegt við það að þessi hópur hafi eitthvað til þess að vinna með. Hvort sem það heitir erindisbréf eða eitthvað annað. En væntanlega nú eitthvað til frá landlæknisembættinu sem að getur hjálpað þeim í sinni vinnu, en hérna kallar þetta frekari útskýringar Viðar? Ef við ekki bara óska eftir því að hérna verkefnastjóri íþrótt og fjölmenninga hérna skilgreini starfs þessa hóps, þannig að við vitum það hvað hann eigi að gera. Er það ekki mjög gott? Og leggja fyrir byggðarráð til dæmis, bara næsta byggðarráðsfund, þá vitum við hvað þetta fólk er að fara að gera og til hvað sér ætlast að því. Er það ekki góð lending eða? Mjög góð lending? Allir sammála það? Ok. Herðu, þá ætlum ég að bera upp hvort að allir séu sátti við þessa tillögu nefndarinnar, en sem sagt það er ekki lagt til að formaðurinn hérna starfi með nefndinni, heldur eingöngu þessi 3. Þessi getur samþykkt af vinsælgemerki, það er samþykkt samhliða. Það var það ungmennaráðið, þar er gerð tillaga að það sé 1 fulltrúi og 1 til vara sem valinn er árlega úr 9. eða 10. bekk grunnskólans á Hellu og 1 fulltrúi og 1 til vara sem valinn er árlega úr 9. eða 10. bekk grunnskólans á Laugalandi. Nemendaráð velja fulltrúa skólans. Grunnskólinn á Hellu, aðalmaður er Ómar Asfar Valgerðarsson úr 10. B og varamaður Kristín Birta Danielsdóttir úr 9. B, Laugalandsskóli Hafrún Ísleifsdóttir úr 10. bekk, varamaður er Sóldís Lilja Sveinbjörnsdóttir, 1 fulltrúi úr félagsmiðstöðinni Hellinum og 1 til vara sem valinn er árlega. Hellirinn er Þorgeir Óli Eiríksson og varamaður Hafdís Laufey Ómarsdóttir. Og svo nefndin, það eru 2 fulltrúar, 2 til vara sem íþrótta og heilsu íþrótt og tómstundanefnd Rangárþings ytra velur og hópi þeirra sem ekki er á grunnskólaaldri. Kjörnir eru 1 og 2 aðal og varamenn til skiptis í 1 ár og hinir í 2 ár. Nefndi skal við valið hafa leiðarljós að þessi fulltrúar endurspegli sem breiðasta hóp þessa aldurshóps í Rangárþingi ytra. Tillögu nefndarinnar eru 1 ár Ari Rafn Jóhannsson, varamaður Pólína Smalúka, 2 ár Anna Ísey Engilbertsdóttir, varamaður Bragi Valur Magnússon. Verkefnastjóri íþrótt og fjölmenningamála mun hafa samband við þau sem fyrst til að staðfesta vilja þeirra til nefndarsetu. Og nefndin leggur til að nefndarinnar verði samþykkt. Gjörðu svo vel, Ingvar. Já, mér líst bara vel á þetta unga og efnilega fólk og samþykki þetta fyrir mitt leyti. Ég vona bara þessi hópur, ungmennaráð, verði líka spretthópur, af því að nú er kjörtímabil rúmlega hálfnað og mikilvægt að það verði unnið vel hérna til þess að fá eitthvað út úr þessu starfi á kjörtímabilinu, en ég samþykki þetta fyrir mitt leyti. Takk fyrir það, Ingvar. Ég ætla sammála þessu. Þetta er staðfest.
Þá er það fundagerð heilsu íþrótt og tómstundanefndar að öðru leyti en þessara mála sem við erum búin að fjallum. Geta staðfest hana við leggja merki, það er staðfest. Þá er það markaðsmenningar og jafnréttismálanefnd. Er eitthvað í henni sem ég vil ræða? Þessi geta staðfest hana við leggja merki, hún er staðfest. Þá er það Oddi, þar sem að er tekið út úr fundagerðinni niðurstaða, eða sem sagt það var lögð fram skýrsla starfshóps þróun leikskólastarfs, þar sem að voru lagðar fram 10 tillögur til úrbóta við þróun og styrkingu leikskólastarfs. Ég veit nú ekki hvort ég hef verið að lesa þetta allt upp. Ég held ég sleppi því að lesa þessar tillögur upp, þetta liggur alltaf þarna fyrir, en sem sagt það er sem sagt í þessu tillögum er gengið út frá því að dvalartími barnanna sé skilgreindur annars staðar sem tími markviss uppeldisstarfs frá 9 til 2 og gæslu frá 8 til 9 og eftir klukkan 14. Stjórn Odda samþykkir að tillögu númer 1, 3 og 4 og 6 fari í nánari vinnslu. Tillögur 8 og 10 verði vísað til endurskoðun á starfsmannastefnu, en aðra tillögur komið til skoðunar hjá leikskólastjórum. Samhliða tillögum sem fari í vinnslu þarf að uppfæra og breyta gjaldskrá leikskólana þannig að hún styðji betur við markmið breytingana. Og það er lagt til að samþykkja tillögu stjórnar Odda aðgerð til að þróa leikskólastarf og styrkja starfsumhverfi leikskólana, tillögu endanlegar útfærslur og heimgreiðslum en svo vísa til frekari vinnslu við gerð fjárhagsáætlunar. Þetta fékk nú bara mjög góða umræðu daginn á vinnufundi Odda, en ég ætla ekki að orðið laust. Já, og það er bara í rauninni tvennt sem að er gert tillaga að afgreiðslu. Það er sem sagt það er bara tekið út sko að það er að vísa til nánari útfærslu, hvernig var þetta heimgreiðslunum, en ég velti fyrir mér sko varðandi liði 3 og 4 af því að þar í tillögunum stendur sko sem sagt eftir það verði aðeins gæsla í boði við sérstakar aðstæður gegn skráningu og svo stendur hinum megin að gert verði ráð fyrir að hægt að sækja lengri dvalartíma gegn rökstuðningi. Hvort það þurfi ekki að vísa þessu til endalega útfærslu bara hjá stjórn Odda, sko, hvað kröfur eru gerðar af því að hvað eru sérstakar aðstæður og hvað eru rökstuðningur, og við höfum nú rætt þetta í stjórninni sko, að það sé að minnst kosti ljóst að það verði einhver nánari útfærsla á þessu líka, því að við höfum kannski einhverju getur lagt í það að sérstakar aðstæður væri mjög sérstakar aðstæður, meðan aðrir getur bara lagt í það að það væri bara það að vera í vinnu séu nægilegar aðstæður, að við séum ekki að það sé einhver staðar einhver heimild til þess að stjórnin geti þá útfært nánar hvernig þetta tvennt eigi að vera eins og hún hefur verið að gera. Við rættum þetta nú. Já. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Hérna erum við í raun og veru að samþykkja tillögur stjórnar Odda. Við erum að gera það núna með þessari afgreiðslu. En auðvitað hérna, Jón, gera svo Jón. Já, það má kannski segja að við erum að taka fyrir 2 fundi Odda á þessu fundi, og það má segja kannski að við höfum svarað þessu spurningum einhverju leyti bæðin á vinnufundi Odda hvernig við ætlum að útfæra þetta og líka inn í gjaldskrá Odda sem verður tekin fyrir og eftir. Því að það er alveg rétt sem að Ingvar var að benda á að það svona hefur verið þar inn, það því ákvæðum inn í gjaldskránar er einmitt verið að draga úr þessu með
þessar sérstakar raukstuðning og annað. Þannig að ef það ætti að vera aðalmáli þar, þá myndi það koma það fram í gjaldskránni. Þetta erum við aðeins að þreifa okkur áfram með þetta allt saman, en ég held að einhver leiti þá hafi umræðan og uppsetningin á gjaldskránni svara þessu einhvern veginn svolítið hvernig við ætlum allavega að prófa þetta áfram, sem er vissulega dæmi sem þar síðan kannski bara skoða í róleitunum hvernig til tekst. En þetta eins og við bara vitum og hefur bent á, þetta flókið verkefni að vinna úr og við sjáum kannski ekki fyrir okkur öll þær áskoranir sem þurfum að kannski glíma við, en ég held kannski að gjaldskránni hafi þetta taka á þessu og það alveg þar kemur það nokkuð skipt fram að við erum ekki að tala einhverju sérstakann rökstuðning eða eitthvað slíkt og svo ég verður bara að reyna það skilur hvort að það raun og veru það tæki sem við erum að kalla eftir menn ef það verður þörf á því þá þurfum við kannski að skoða það einhvern tímann seinna þegar við rýnum þetta aðeins betur. Einhvern veginn þarf að lenda þessu, ég alveg sammála því að þetta er svolítið víðtækt orð að segja sérstakar aðstæður, það getur þetta að teygja það á toga. Gerðu svo vel, Margrét? Já, oddviti ágætu fundarmenn. Náttúrulega, við ræddum þetta töluvert á vinnufundi varðandi það, hvort við ættum að setja niður einhverjar reglur, en með þessu erum við stýrum eins og vissuleiti með gjaldskráni og vonumst nú það til bara að fólk, sérstaklega þeir foreldrar sem að eiga sjálfur inn í styttingu, að þau sem sagt nýti sér það og fari eftir þessu. Með því að vera að setja reglur þá náttúrulega kannski erum við svolítið að skerða þjónustuna, uppleggi með betri vinnutíma eða styttingu vinnuviku var það líka að við ætluðum ekki að skerða þjónustu. Þannig að með því að vera að setja einhverjar ofskaplega reglur þá erum við kannski meira að skerða þjónustu. Við viljum náttúrulega allir sem þurfa á þjónustu að halda eftir 2:00 á föstudögum, þeir væntanlega fá þá þjónustu, en það á ekki að vera sjálfgefið. Þannig að ég held að við verðum bara svolítið að lulla á stað með þetta, að pröfa þetta, sjá hvort að fólk í rauninni bara, hvort að þetta stýritæki sem gjaldskráin hvort að það virki ekki sem skildi, því að sveitarfélagið stendur náttúrulega líka frammi fyrir því að við þurfum fólk á inni í styttingu og það eru fullt af foreldrum sem eiga inni í styttingu, vissulega ekki allir, en það er þá væntanlega hægt að bregðast við og bjóða upp á vistun. En heilt yfir sýnist mér verið að stefna bara á landsvísu í það að leikskólar loki 2 á föstudögum. Það er bara svolítið það sem að stefnan eða, já, þannig að, en vonum bara að þetta verði til þess að fólk íhugi betur hversu mikla þjónustu þarf ég á að halda, því að við þurfum líka að hugsa um börnin að þau náttúrulega ekki að þurfa að vinna lengri vinnuviku heldur en nauðsyn er. Takk fyrir þetta, já, þetta fekk, eins og ég sagði áðan, þetta fekk bara heilmikla umræðu þarna á vinnufundunum daginn og þetta er ekki einfalt mál að finna út úr. En við vorum öll sammála það eins og varðandi gjaldskrána og þessar breytingar sem hefur verið að leggja til á henni að við myndum taka það upp aftur í vor og reyna að meta það hvort við séum á réttri leið með þetta eða hvort við séum einhvers staðar út á túni með þetta. Þannig að en eitthvað þarf að gera í þessu öllu. Þessi geta samþykkt þessar tillögur stjórnar 8, vissulega merki það er samþykkt. Þá erum við í viðaukunum sem voru lagðir fram á fund, er það ekki? Erum við komin í annan fund? Þetta er 18. fundur, 19. fundur, já, bera upp þessa fund að gera á öðru leiti, já. Ekki samþykkt það, hún er samþykkt. Þá er það 19. fundur 8, það er fjárhagsáætlun og það eru viðaukar sem voru lagðir fram. Það sem viðauki gerir ráð fyrir auknum rekstrarkostnaði að fjárhæð 9,6. Óskar eftir að viðaukanum verði mætt með hækkun og framlagi frá Rangárþingi ytra upp að 44.893 en lækkun framlaga frá Ásarhreppum 35.293. Gert er ráð fyrir leiðréttingu framlaga sveitarfélaga vegna uppfærslu og raunfjölda nemenda frá hvoru sveitarfélagi. Stjórn 8 samþykkti viðaukan fyrir sitt leit og vísar honum til sveitarfélagann til endanlegrar afgreiðslu og það er lagt til að staðfesta framlagan viðauka við fjárhagsáætlun 2024.
sem geta samþykkt samvistarleggjamerki, það er samþykkt. Þá er það líka frá þessum sama fundi, það er gjaldskráin sem við vorum að ræða áðan. Það sem að ég veit ekki hvort það hefur verið að lesa þetta allt saman upp. Ég er búin að ræða þetta svo mikið. Sem sagt að þá jafnframt bókaði stjórnin eða sem sagt lagt til að sveitarstjórn samþykki það tillögu sem stjórn Odda hefur samþykkt þróun leikskólastarf til að styrkja starfsumhverfi leikskólann og mæta kröfum vegna styttingu vinnuvikunar. Sveitarstjórn leggur áherslu á að í kjölfar þessara breytinga verði þær kynntar ítarlega fyrir foreldra leikskólabarna og þeirra foreldrar sem nýta sér skóladagheimili grunnskóla. Jafnframt er lagt til að breytingar á gjaldskrá og þróunar leikskólastarf verði tekið til skoðunar eftir skólaárið. Þannig að það er nú svona, það má kannski segja að það sé kannski aðal breytingarnar í þessu, að ég les þetta bara upp hérna. Tillaga gerir ráð fyrir breytingum á gjaldskrá leikskólann í kjölfar tillagna stýrihóps þróun leikskólastarfs. Markmiðið með breytingunum á gjaldskrá er meðal annars að reyna að koma móts við ákvæði kjarasamninga styttingu vinnutímans og bæta rekstrarumhverfi leikskólana. Þar er verið að taka upp skipta gjaldskrá eftir vistunartíma. Jafnframt er verið að gera tillögum að leikskólandi loki klukkan 14 á föstudögum en boðið verður upp á sérskráningar eftir klukkan 14 á föstudögum. Þá verður leikskólan lokaður í jólafrí í grunnskóla og dymbilviku en boðið verður upp á sérskráningar í jólafrí og dymbilviku en tekið sérstakt gjald fyrir. Þá er lagt til að gjöld vegna hverja 15 mínútnar umfram 8 klukkustunda vistun og gjald fyrir að sækja börn og seint í leikskóla hækki. Gert er ráð fyrir að fæðisgjöld og gjöld vegna skóladagheimila hækki 3,5% í samræmi við tilmæli kjarasamninga en gert er einnig ráð fyrir því að skóladagheimili loki klukkan 14 á föstudögum og gjaldskráin taki gildi 1. janúar 2025. Þetta er nú bara, vorum að ræða þetta hérna, þessi mál. En ég held að það sé mjög mikilvægt að ef við samþykjum þetta, ef þetta verður samþykkt að þetta verður tekið til endurskoðunar í vor. Þessi getur samþykkt þetta vissuleggjamerki, það er samþykkt. Þá er að fjárhagsáætlunin, að sem að var rædd tillaga að fjárhagsáætlun. Stjórnin hefur átt vinnufund með öllu skólastjónum byggðarsamlagsins og farið yfir þeirra áherslur. Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður sveitarfélagana vegna Odda BS verði krónur 1.722.402.000 sem er 12% hækkun frá áætlun síðasta árs. Framlögin skiptast þannig að hlutur Rangárþings ytra verður 1531.924 og hlutur Ásarhrepps 197.477. Áætlunin miðar við fjölda grunn- og leikskólabarna þann 1. október 2024 sem er 270 grunnskólabörn og leikskólabörn sem telja 148,7 barn gildi. Tillaga er að samþykkja fjárhagsáætlun 2025 fyrir Odda en sko við ætluðum ekki að samþykkja hana hérna núna. Við ætluðum að vísa henni áfram. En það bráðleikur ekkert á samþykkjana. Þannig að hún í raun og veru lögð fram til kynningar. Þetta er að skoða þetta aðeins betur. Ykkur sem verður að taka til máls? Er þetta þá ekki komið hérna með Odda-fundina okkar? Ég lít þannig á og þá eru vinnufundir sem haldnir hafa verið, það eru Oddi og byggðaráð, hérna 3 fundir, það eru lagðir fram til kynningar og þá það sorpstöðin
það er sem sagt, það var laðið fram viðauki við fjárhagsáætlun, helstu breytingar samkvæmt honum er gert ráð fyrir að tekjur hækki um 56,9 vegna aukins móttekis úrgangs, þá hækka laun um 8,5 vegna aukin umsvig og forfalla vegna veikinda, hliðgjaldi og þjónustöðarlega hækkun 9,5 vegna aukins magns sem sendi frá Strönd. Stjórnin samþykkti viðaukinn og vísar hún til staðfestingar aðildar sveitarfélagana og það er lagt til að viðaukinn verði samþykktur, viðauki við fjárhagsáætlun 24. Samþykkt samvislega geðmerki, það er samþykkt. Svo er það gjaldskráin fyrir 25 og það er verið að breyta henni svolítið en það er lagt til að sorphirðu og sorpeyðingagjöld hækki um 3,5%. Móttökugjöld á gjaldskyldum úrgangi hækki í samræmi við hækkanir og afsetningu hjá þjónustuaðilum. Það er alls konar einstaka hækkanir í gjaldskráni sem fylgir þarna með. Það er ekki að fara sérstaklega yfir hvern og einn lið. Stjórnin samþykkti fyrirliggjandi gjaldskrá og vísar hann til afgreiðslu aðildar sveitarfélagana. Svo geta samþykkt gjaldskrá sorpstöðvarinnar vissulega geðmerki. Það er samþykkt og þá er það fjárhagsáætlunin. Það sem er gert ráð fyrir að tekjurnar verði 270 rúmar og gjöld 268 fyrir utan fjármagnsliði. Gert ráð fyrir að veltu fyrir rekstur verði 32,2 og fjárfestingur á árinu verði 51 milljón. Fjárhagsáætlun er samþykkt og vísað til staðfestingar aðildar sveitarfélagana. Geta samþykkt að vissulega geðmerki, það er samþykkt. Þá eru hér fundargerðir héraðsnefndar og við þurfum að taka til afgreiðslu fjárhagsáætlun héraðsnefndar og einn lið þarna sem snýr að því að færa bókhaldsþjónustu frá einkaaðila til sveitarfélagsins eða ekki. Þessi geta samþykkt, ég ber bara upp fyrst fjárhagsáætlunina, vissulega geðmerki, hún er samþykkt og samþykkt að bókhaldsþjónusta héraðsnefndar fari til sveitarfélagsins, vissulega geðmerki. Það er samþykkt líka. Þá er það fundargerð Brunavarna Árnes, Rangárvallasýslu. Fjárhagsáætlun lögð fram. Geta samþykkt hana vissulega geðmerki. Það er samþykkt. Og þá held ég bara kynningamál eftir. Það eru stjórnarfundir Arnardráns, aðalfundur samtaka orkusveitarfélaga, fundargerðir stjórnar SÍS, fundargerðir, það eru 2 fundargerðir samtaka orkusveitarfélaga og stjórnarfundir Bergvinsins. Stjórnarfundur Bergvinsins. Þá held ég að dagskráin sé tæmd. Ég þakka ykkur bara fyrir ágætis fund og segi þessum fundi slitið.